Arna Sif og hérna Rakel Hönnu, það stórleikur á miðvikudaginn. Komið fyrirld í magann? Já, það löngu komið fyrirld í magann. Það komið svona pínu stress í bland núna þegar svona nær dregur. En maður bara spenntur. Stelpur, þegar að þið voru litlar stelpur í yngreflokkunum, létu ykkur einhvern tíma að dreyma að eiga eftir að fara að spila í meistaradeild Evrópu? Ég held að ég hef bara ekki vitað hvað það var þegar ég var yngri sko. Það átti ekki í hug. Þannig að nei, þetta kom ekki til greina þegar ég var 10 ára eða eitthvað. Við erum ekkert að velta okkur upp úr andstæðunum, við vitum að þetta sterkt lið og það bara njóta dagsins þegar það komið í heimsókn Þórsvöll. Já, það ekki var? Jú, við ætlum bara að hafa gaman að þessu. Við ætlum að reyna að fylla völlinu og svona, búið til smá stemmingu. Já, nú skilst mér að völlin hjá þeim tæki einhver 10.500 áhorfendur ef við ekki að fá 1000 manns hérna. Já, það bara rétt aðeins stærra en þetta. Já, við erum miklu öflugri. Já, við ekki bara. Jó, ég ekki segi það bara. Stærlega, þau eru klárar? Já. Takk fyrir. Lára Einarsdóttir og Sandra María Eysing. Sandra, þú ert að þýskum mættum, ertu búin að kynna þér Potsdam? Herðu, ég nú voða lítið búin að kynna mér það, en ég veit bara að það álíka gott og eins og strákarnir var að spila móti Barcelona, þannig að það eru mjög sterkar og það er eftir að máta þeim. Lára, þetta komið fyrirring í magann? Já, ég mjög spennt fyrir þessu leik. Þetta náttúrulega held ég bara að gerast eins og lífsleginni að maður spila móti svo stóru liði. Þannig að ég bara mjög spennt fyrir þessu. Þetta eitthvað sem ykkur hefur ábyggilega aldrei dreymt bara fyrir 3, 4, 5 árum, hefur ekki hugsað út í þetta? Það snillt að fá að lenda móti svona góðu liði, öll lið fá ekkert að spila móti þessu liði. Við erum rosa heppin. Já, bara svona við höfuð að vera komin í meistaradeildina? Jú, það er náttúrulega alveg frábært. En þið ætlaði að njóta stundarinnar núna á miðvikudaginn hérna heima og svo aftur út í? Heyrðu, ég allavega og ég og Lára erum báðar að fara út með landslínu, en við spilum ekki seinni leikinn. En við fáum að mæta þeim hérna heima og við ætlum að mæta þeim á fullu. Við ætlum að sýna þeim hvað virkilega getum. Þannig að það verður ekkert gefið eftir þrátt fyrir allt? Nei, alls ekki. Við sýnum bara úr hverju við erum gerðar. Stelpur, takk fyrir og gangið ykkur vel. Takk. Hlynur, það stór dagur á miðvikudaginn, Potsdam. Já, hann rosalega stór. Þetta verður frábært að fá hérna svona stórt lið í heimsókn til okkar. Það verður vel tekið að þeim. Já, þetta er ekkert síður stórt verkefni fyrir þig heldur en stelpunar. Þetta er eitthvað sem dettur ekkert inn á borð hjá íslensku knattspyrnu fólki á hverju degi. Nei, það er alveg rétt. Þetta er gríðarlega stórt verkefni. Bara fyrir klúbbin í heild sinni. Eða klúbbana, Þór Káa. Þannig að eins og þú segir þetta, ég bara vona að fólk flikkist á völlin og styðji stelpunnar í verkefninu. Já, nú það er nokkuð ljóst að fyrirfram eru möguleikarnir ekki miklir, en það er kannski bara verkefni okkar stuðningsmanna og liðsins að njóta bara stundarinnar og já, vera bara að hafa þetta sem hátíðisdag. Já, það er ekki spurning. Auðvitað eru við underdogs í þessum leik og við gerum okkur alveg grein fyrir því. En fótbolti er bara svo frábær íþrótt að það getur allt gerst í henni og maður veit ekkert hvernig þær koma stendar í svona leik. Nei, það má svo sem ekkert bóka það fyrirfram að þær labbi með sigurinn, þær þurfum við vonandi að hafa fyrir því. Já, ég menn ef þær vinna þá bara segjum við það, þá bara þurfa þær virkilega að hafa fyrir því. Þannig er það. Hlynur, takk fyrir og gangið vel. Já, takk sömuleiðis.